Krafa að þeir sem valdir voru á bankahruninu sæti ábyrgð hávær nú þegar liðið á 5. mánuð frá því að landsmenn vöknuðu við skellinn í kreppunni. Búið að yfirheyra einhvern, taka skýrslur, kæra eða ákæra? Þóra Arnórsdóttir og Steingrímur Dúir rifjuðu upp mál sem vakti svipaða tilfinningar vestanhafs í byrjun aldarinnar og athuguðu stöðuna hér í framhaldinu. Það kannski aðeins farið að þenna yfir stóra Enron-hneykslið einkum í huga Íslendinga sem ekki höfðu hagsmuna að gæta. Í heimildamyndum málið sem sýnd verður hér í sjónvarpinu 1. mars farið yfir atburðarásina og það verður að segjast eins og að hugurinn hvarflar heim. Það auðvelt að sjá nokkur líkindi. This company collapsed so quickly and so entirely. I mean, it was into bankruptcy within a matter of weeks. It just immediately had all the makings of a gigantic scandal. He's hiding something from the rest of us. The fatal flaw at Enron, if there is one, you say it was pride. But then it was arrogance, intolerance, greed. So many of them were blinded by the money that they didn't see that they were sinking their own lifeboat. Committee will come to order. This is a case of America's largest corporate bankruptcy. The question here is what happened, who was responsible for it happening, and what can we do to prevent this sort of thing from happening again? Nú rúmir 4 mánuðir frá því að bankarnir íslensku hrundu eins og Spilaborg. Morgunblaðið hefur verið duglegt við að grafa upp ýmislegt sem lítur illa út, svo ekki sé meira sagt. Það nægir líklega að segja stím og tortóla. Formaður nefndar endurreisn fjármálakerfisins, Mats Jósefsson, vildi ekkert ræða aðdraganda hrunsins nema eitt atriði. Hann vildi halda því til haga að það voru stærstu eigendur og stjórnendur bankana sem tóku þær ákvarðanir sem leiddu til þess að svo fór sem fór. Og menn eins og Vilhjálmur Bjarnason hafa bent á að það sé merkilegt ef heilt bankakerfi hafi farið á hliðina án þess að nokkur hafi brotið lög. En búið að yfirheyra þennan hóp manna? Sérstakur saksóknari búinn að taka þeim skýrslu? Hægt, eins og Björn Þorri Viktorsson lögmaður talaði í Silfri Egils helgina, að kalla þá til skýrslutöku og gefa þeim réttarstöðu grunaðra og þar með skoða eignir þeirra allan heim og jafnvel kyrrsetja? Það eru háværar kröfur að þeir sem ábyrgðina beri hljóti sömu meðferð og topparnir hjá Enron. Andy Fastow pled guilty to conspiracy to commit wire fraud. He agreed to forfeit $23 million in assets. In 2004, Jeff Skilling was indicted for insider trading and conspiracy to defraud investors. Pleading innocent, he paid his attorneys a retainer of $23 million to defend him. Enron should not be viewed as an aberration, something that can't happen anywhere else, because it's all about the rationalization that you're not doing anything wrong. We've involved Arthur Andersen, we've involved the lawyers, the bankers know what we're doing. There's a sense, the diffusion of responsibility. Everyone was on the bandwagon, and it can happen again. Þetta embætti tók til starfa núna 1. febrúar og í dag 16. 15 dagar. Þannig að það nú það skammur tími liðinn frá því að við hófum störf að við nú ekki ennþá komin í skýrslutökur eða búin að gefa mönnum réttarstöðu grunaðra. Hvað þarf til þess að gefa mönnum réttarstöðu grunaðra? Það rökstuddur grunur brot og það þarf maður að vera búin að sannreyna í gögnum eða eftir öðrum ábyggilegum upplýsingum að refsiverða háttsemi sé að ræða sem að þarf að rannsaka frekar. Og það einfaldlega þáttur í rannsóknum efnahagsbrota að fara fyrst í gegnum bréfleg gögn, skjöl, áður að menn fara að byrja á yfirheyrslum. Þannig að menn hafi fast land undir fótum þegar þeir taka þá afdrifaríku ákvörðun að gefa mönnum réttarstöðu sakbornings. Vegna þess að það eitt mannúðarskemmandi og síðan að vinna málið með eðlilegum hætti eftir það. Þú hefur sjálfur sagt að það skiptir miklu máli að þetta gangi sem hraðast fyrir sig. Ekki einmitt möguleiki að það á meðan tíminn líður, nú eru komin 4 mánuðir rúmir frá því þetta gerðist, að það hverfi gögn, við vitnum nú aftur í Enron, þar sem að pappírsprentararnir gengu sólarhringum saman og það sé hægt að hylja slóð og annað á þessum tíma. Jú, vissulega alltaf svo hægt til staðar eftir því sem að lengra líður frá broti að því mun kaldari verið slóðin ef svo má komast. En hitt það að
við förum eftir lögum meðferð sakamála og þurfum að feta þá slóð sem að þau setja og það einfaldlega þannig við þurfum að hafa ákveðin styrkleika fyrir grunnsendunum til þess að við förum út í það að gefa mönnum þessa réttastöðu og það getum við ekki gert öðru sem að vera með nokkuð fastland löp. En nú mætti segja það að heilt bankakerfi fari á hliðina, það eitt og sér svona leiði til rökstuds grunns það að eitthvað undarlegt hafa átt sér stað. Ef ég svaraði þessa spurningu játandi, þá var ég orðinn vanhæfur áður en ég stæði upp úr stólnum. Hefurðu einhverja tilfinningu fyrir tímaramma? Ef og þegar réttarlega tefjast, þá þó nokkuð langur tími það. Það ekki samt þannig að þessi tími hafi allir fætt til spillis, öðru nær. Það þannig að bankarnir eða sem sé skilanefnd bankana hafa látið vinna endurskoðunarskýrslu sem nú til meðferða hjá fjármálaeftirlitinu og frumgreining þeirra mála sem að það skýrslur endurspegla, sú vinna komin á legg og við munum að sjálfsögðu njóta hagræðis af þeirri vinnu. En getur nefnt mánuði eða ár? Nei, ég bara þori ekkert að nefna nýtt tíma, því miður. En ég verið raun og verið að beina því til þeirra sem að fjalla þetta að við verðum að fara eftir þessum meðferðarreglum og flýta okkur í engu vegna þess að þá náttúrulega enn frekar hætta á að málin verði vanreifuð þegar ganga til dóms og það þýðir annarkot sýkna eða frávísun og þá betur heimasett en afstæðfærið. Hafið þið fengið margar ábendingar? Og við hefum fengið töluvert ábendingum í gegnum vefsíðu okkar sérstakusaksóknari.is. Þar sem sé ábendingarhnappu sem að borgarinn eru hvattir til að nýta sér og margir hverjir hafa nýtt sér og sú vitneskja sem hefur komið gegnum heimasíðuna, hún hefur gert sér til að fylla upp í það heildarmynd sem við erum að reyna að raða saman hérna. Hafið þið einhvers konar heimild til þess að semja við menn sem eru tilbúinir að bera vitni refsiverða háttsemi annarra? Já, það í lögunum heimild til þess að veita heimildamanni amnesti eða hún sé refsilaus að bera háttsemi sem að hann á hugsanlega þáttöku í en ber síðan brot sem eru stærri og alvarlegri en hann sjálfs að tilteknum skilyrðum uppfylltum og við erum svolítið spenntir að sjá hvernig svo heimild reynist. En hefur ekki skilningssamt á þessari óþölumæði? Fólk segir býtun við, ekki nokkurn veginn ljóst hvaða menn bera þarna ábyrgð, af hverju þeir ekki í járnum og svo framvegis. Hefur ekki skilning á þessari óþölumæði í samfélaginu? Jú, ég hef mikinn skilning á það að fólk vilji sjá eitthvað að gerast en minni þó á að við búum í réttaríki sem að ákveðna málsmeðferðarreglur eru í gildi og þær verður við að virða hvað sem á dynur. Ef menn alltaf gefa einhvern afslátt á málsmeðferðarreglum að þá alveg ljóst að við erum komin í mikið óefni og dómstólar myndu eiga síðasta orðið það og þeir taka ekki létt á því að það sé farið frjálslega með málsmeðferðarreglur þar sem við vinnum í. Sérstaklega hvað var að refsimál. Og svo allrar sanngirni sé gætt, þá rétt að benda á að dómar í Enron-málinu féllu ekki fyrir en 2 til 4 árum eftir gjaldþrotið. Jeff Skilling, sá sem þyngstan dóm fékk, þarf að sitja inni í 24 ár.